leitast eftir að spila í. Þannig að mér líst mjög vel á þetta, deildin er skemmtileg. Já. Þessi þýski handbolti sem hann hentar þið bara ágætlega svona til þess að byrja með allana? Já, ég vil allan að meina það. Ég hérna vil ég vera í deild þeirra bestu og þetta er bara rauninni draumur að vera veruleika. Ég hef búin að stefna þessu frá ég kom í akademíun á Selfossi 16 ára. 16 ára rappari? 16 ára rappari. Já, það ekki að vera í kringu þegar ég lagði mikrofónun á hilluna og ákvað að velja handboltan. Já. Þá ætlaði ég mér að vera atvinnumaður. Það var annarkvort rappið eða handboltinn. Já. Hefði getað farið langt í báðu, hefði getað farið langt í rappinu líka. Nú hefur maður oft viljað að spila gömlu góðu undirheimana í þættinum og þú eru meira annars með gamalt Selfosslag sem maður þarf að fara að fá í hendurna frá ykkur. Já, ertu ekki með það, er það ekki í tölvunni eða? Það er bara horfið. Það grínast eða, hvað er þessu útastuð er þetta? Já, ég bara, þetta er bara mér að kenna. Já, það verður að skuta því. Já, en aðeins að svona fyrstu leikjum, þú bara byrjar á því að raðinn mörkum líkt þú varst að gera hérna á Íslandi? Já, ég þekki ekki þannig, en að raðinn mörkum. Nei, já, það hefur bara svona, það fór hægt að staðið mér fyrst sko í æfingarleikjum og svona, en síðan hefur mér bara, ég fengi mikið traust og ég er númer 1 í stöðinni, við erum 2, en ég er að spila 50-55 metri leik og það hefur bara smollið og ég bara svona með hverjum leiknum kemur meira sjálfstraust og meira bara traust frá samherjunum að svona ég get eitthvað í handbolta og þeir gefa á mig og ég get ekki kvartað, það er bara núna markmiðið okkur bara við erum unnið fyrsta leikin helgina, það er að vinna fleiri leiki og halda okkur í deildinni. En félagið sem þú ert að spila hjá, hvernig er svona hugsað leikmenn hérna? Er þetta góðar aðstæður hérna eða? Sko, þetta er náttúrulega gamla Austur-Þýskaland og í bænum þetta rosa vinsælt í bænum. Fótboltaliðið er í 50 deildi eitthvað og þannig handboltaliðið svolítið stórt hérna og það er vel hlúað að leikmönnum þanniglega sko en sko bara eiginlega í öllum svona flestum íþróttadósum sem ég kom inn í Íslandi þá sér maður hvað Íslendingar hafa gott en íþróttadósin heima flest þessi nýja allan eru náttúrulega bara líginni líka uppbyttuð og með flotta klefa og svona, þetta er aðeins öðruvísi hérna úti, en það er náttúrulega mjög vel hlúað að leikmönnum, með 2 sjúkraþjálfara í liðinu og auðvitað aðgengi að læknum og svona, og þannig að maður getur ekki kvartað undan því. Nei, en svo mættirðu Alfreð Gísla og Guðjón Val á dögunum og þar náður að setja 5 mörk á móti þeim? Já, það var náttúrulega bara já, hvað ég segja, að spila á móti Kiel, það er held ég það sem að ef þú ert ekki í Kiel þá langar þig að spila á móti Kiel, það er bara þannig held ég og það er valið maður í hverju rúmi og þetta var bara skemmtilegt og skemmtilegt líka að við náum að standa í þeim, við náum upp ótrúlega góður í vörn í leiknum og þeir voru í basli framan með okkur og að setja 5 var já, gott. Ég hefði samt viljað setja aðeins fleiri. Ég klikkaði hann 5 harablöfum og svona, ég hefði auðvitað getið verið með 6-7 mörk, en 5 var bara, fannst mér mjög gott. Ég hefði tekið það fyrir leikinn. Já. Og þú hittir væntanlega þá Guðjón Val og náður að spjalla eitthvað, hann eða ekki eftir einn leik? Jú, ég þekki hann ágætlega eftir, búinn að vera nokkur sinnum í landsliðinu og hann hefur svona já, ég hef leitað nokkur sinnum til hans og hann er mjög viljugur að hjálpa. Hann draumur fyrir mig að geta fengið einhver ráð frá Guðjóni, einn færast í atvinnum, það er bara í íþróttum sem við Íslendingar eigum og þó ég geti tala bara yfir allar íþróttir ótrúlega ósér lífinn og duglegur og æfir vel og þannig að það er ekki ónýtt að fá leiðbeiningar frá honum. Nei. Og svona aðeins að íslenska handboltanum, það að fylgjast eitthvað með honum núna? Já, ég fylgdist með fyrstu umferðinni. Ég sá Val Hauka og ég fylgdist með mínum mönnum í Háka og textalýsingunni. Og
já, það bara spennandi vetur framöndan með Óla Stefán og svona. En hvernig líst þér á þessa spá? Nú byrja bara, já, HK gerði þarna, voru ekki spáð góðu gengi, en byrjaði náttúrulega stríða F-fæðingum bara, sem eru talnir vera eina sterkasta liði. Já, nákvæmlega, ég held bara, það alveg sama hverjir í HK-búningunum, að þeir ná alltaf einhvern veginn að, já, vera bara með gott lið. Ég meina, þetta eru fínir strákar þarna og ef þeir ná svona ákveðnu, kemistri í gang, ef að Björn Ingi góður í markinu og þessir ungu leikmenn fara að taka meira til sín, þá hún að geta þær farið langt. Ég hugsa að það fari nú kannski ekki í úrslitakeppni, en 5.-7. sæti væri gott fyrir þá. En hvernig spáru samt annað þessari ólísdeild afsakið, hvernig spáru svona, hvaða lið verður sterkast? Það er ómögulegt að segja. Það eru Valsar og FH eru kannski svona sterkust á papirum og það er fróðilegt að sjá hvernig þetta system í Óla virkar að skipta á heilu liði á 15 mínútna fresti. Já, en það er að sjá að virka, en hann veit eitthvað um sitt fag, sko, en ég held að það eru líka liðan eins og IBVF, þeir verða sterkir, IR verða sterkir, en ég held að ég myndi spá því að IBVF, IR, Valur og FH það er í úrslitakeppni. Og þú hefur náttúrulega aldrei rátt fyrir þér? Það hef ég einhvern tímann haft rátt fyrir mér. Nei, ekki hérna? Nei. Ég bara mann ekki eftir. Ég hef nokkur sem spáð þegar það eru alltaf spáður eitt. Já, nákvæmlega. En Bjarki Már, svona, viltu kasta kveðju hérna til Íslands eða hvernig ætlarðu bara að vera eigingjaldandi í Þýskalandi? Já, ég kasta kveðju á Sebastian Alexandersson. Hefur ekki oft í honum, eða? Jú. Já, ég vil endilega kasta kveðju á hann. Já. Og líka bara, ég vil kasta kveðju á tengdaforeldrar mín á Selfossi. Já. Steinþór og Völ. Sko, kallinn. Þannig að þekki þig. Bjarki Már Einarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við munum svo sannarlega styðja við bakið á þér hérna á Suðurlandinu. Já, það er bara takk fyrir spjallið og takk fyrir góðan þátt. Takk aðeins sömuleiðis og við verðum í sambandi í vetur. Segjum það. Blessaður. Blessaður. Já, farið ekki langt hlustuði góðir þegar við ætlum að fara núna í Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Úrvalið með Davíð Art öll miðvikudagskvöld á Suðurland FM.